Kærar þakkir fyrir þetta. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrirlesurunum fyrir að hafa komið hingað heim og gefið okkur hlutdeild í veröld sinni sem var og miðað við fjölda áhorfenda og áhorfenda þá er ljóst að upprunalega hugmynd Eyjahjarta nefndarinnar sem var svo að hætta núna, það er að segja vera fram að góðslokum 100 ára afmæli, hún er sprungin. Það gengur ekki að hætta núna þegar húsrýmið er algjörlega farið. Eina sem við þurfum, það er viðbyggingin við Safnahúsið sem lá nú svo mikið á að 1972 þá var bóndanum Aðalbóli harðlega bannað að setja niður kartöflur af því viðbyggingi var að koma. En ég vil bara segja það hérna lókum áður en hleypunum Einari Gylfa að í fyrsta lagi þá er hérna uppi að byrja eftir hálftíma kynning sem að Sögur útgáfa og Laufey Jörgensdóttir hafa á bók sinni Undur fagra ævintýr sem eru þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja 1933 til 2019 og bókin er væntanleg núna fyrir þjóðhátíð og hún hefur verið kynnt núna og til sölu á sérstöku verði, útgáfaverði. Í öðru lagi þá eru fornbílaklúbbar, þeir ættu að leggja fyrir framan Ráðhúsið en það reyndist nú heldur mikil bjartsýni því það er allt yfirfullt og þeir eru hérna fyrir austan húsið. Síðan er auðvitað heilmikið að vera, á morgun er mjög skemmtileg dagskrá reisubók og svona nýjar ástæður sem menn hafa uppgötvað í sambandi við Tyrkjaránið þegar 242 Vestmanneyingum var vísað til, eða voru teknir og gerðir að þrælum í Alsír. Kristinn Pálsson er á þekkingarsetri að opna sýningu og svo er leikur og eftir í BVF og KR. Það var ekki slæmt að enda afmælisdagskránni á því að vinna KR. En ég ætla bara að þakka fyrir mig og ég ætla að gefa Einari Gylfa eins og við höfum gjarnan gert, formanninum okkar, tækifæri til að loka dagskránni með örfáum orðum og minna á að það er hérna fyrir ofan og síðan er kaffi og konfekt hérna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið í sæl og þakka ykkur sem hafa verið að rifja upp minningar ykkar kærlega fyrir. Alveg frábært og forréttindi okkar í Eyjahjartanefndinni að fá að hlaða fólki saman svona aftur og aftur til að segja frá sínu og fá svo að hlusta á þetta. Ég hef vísað þetta smá hnút í maðurum því ég á eftir að loka þessu en enga síður þá hef ég athyglinni alveg flokkalega. Það var svo margt sem fer í gegnum hugan, ekki satt? Ótrúlega margt sem að maður, já, og akkurat, já, þá dettur mér þetta í hug og hérna, til dæmis Sigurjón, mér finnst mjög leitt að heyra að þú hefði mist af Gilitrutt 1962. Ég lék vinnumanni. Ég hef leikið öll karlhlutverkin í Gilitrutt. Það var víst svolítið vandræðalegt þegar ég lék bóndan og eiginkona mín var Sigga Jónsson. Hún var höfðunharri og hún var kvenleg en ég var ekki mjög karlmannlegur. Það var aldrei sýnt. Eins og að lék ég smalan hérna niður á Stakko með alvöru fólki. Unnur lék Gilitrutt og ég var alltaf brettur við hann á æfingum svo ekki að vennast þetta væri hann. Og ég held að smalið hafa farið mér best. Það var þessum þremmingur. En allavega hann að leitt að heyra og mistir af þessu. Ég hugsa að þetta hafi verið bara alveg tímamóta uppfærsla. Ég meiri segja svo flott að mér skilst að leiktjöldin hafi verið notuð mörg ár eftir þetta. Það var gaman að því. Það var gaman að mér datt í hug þegar að rifja þetta með þegar börn eru svona að finna út úr hlutunum og giska hvernig hlutinir eru, draga ályktanir, ungt fólk, flöt þök, gamalt fólk. Það rifjaðist upp fyrir mér dóttir mín. Þegar hún var hvað, hún hefur líklega verið 4 ára þegar hún sagði pabbi, kaupum ís, þá kemur sól. Við hérna, ég var látið
látin skrifa pistil í þetta blað hérna, þetta rit. Þið munið hvað sem ekki lesa þetta fyrir 5 ár en það þarna í þessu riti. Og þá ég að velta þessu fyrir mér sko að ég rauninni lenti í vandræði með tengingum mína við Eyjar út af gosinu. Mér fannst þetta eins og Eyjálfum hafi verið misþyrmt einhvern veginn og þetta væri svona æxli sem væri þarna, Austurbærinn horfinn. Nú sálfræðingur með játningar þarna. Það var gott takk fyrir að hlusta á mig. En hérna, svo voru ýmsir hlutir sem tengdu mig aftur, auðvitað fjölskyldan mín, ágangurinn minn, 50 mótilið. Og ýmsir aðrir hlutir sem tengdu mig aftur við Eyjar. Gaujulundur. Og ég myndi áttaði mig á því bara svona að í rauninni ég leit á þetta sem æxli, Gauja leit á þetta sem opið sál sem þurfti að græða. Og þakka ykkur fyrir sem að þraukuðu hérna áfram í ljósleysinu með sandblásnar rúður og já, allt þetta. Ég fór hérna yfirleitt með sorg í hjarta fyrsta árin þegar ég neyddist þess að koma hingað til þetta tengslu við foreldra mína og systur mína og svona. En sem betur fyrir þá hafa Eyjarnar risið upp og þetta gamla það lifir áfram og svo komið eitthvað nýtt og frábært. Og það algjörlega yndislegt. Nú, eitt með langar mig líka að segja ykkur frá, ég hef nefnilega mjög góðan tíma. Það sé svo rosalega pressa á sögum. Ég hef með rosalega góðan tíma. Ég held ég eftir 2 mínútur eftir. Hann Helgi, er Helgi farinn? Jæja, þá get ég sagt það sem ég sýnist. Nú eftir það Helgi minn. Við Helgi vorum brölluðu lífilegt saman og ég kom oft í Borgarhól og það var svona eins og hann lýsti því, það var svona eins og umferðarmiðstöð. Og við, alltaf strákarnir, við sátum ekki og reyktum rólegin inn í stöð hérna, eða við borðið það sem var mjög mikið í gangi. En alltaf, ég gleyma því brosin á henni Öllu. Hún var með svona Húsavíkurbros, við brosum svona líka í Húsavík. Augun á okkur hverfa svona. Og alltaf jafn glöð og kátt og hún var að kenna okkur margvættunum tefnilega með því að láta okkur margvætta finna út hvað hún hefði verið marga mánuði ófrísk á æfinni. Og ég man eftir og kannski þetta eitthvað misminni að fransbrauð með þykku smjöri og sykri ofan á. Og svo vorum við upp í risið og svo var náttúrulega barna með þið, það var náttúrulega Þura litla var bara lítið með það talaði ekki við hana og Nonni var eitthvað að veflast líka stundum eitthvað að reyna að stríða okkur eða eitthvað og svo var Biggi, hann var svo presli greiðslu og allt bara gljáandi af þykku briljantíni og svo voru þarna þessi massífi her af systurum, eldri systurum. Ég aldrei kláraði, voru það 3, voru það 3, 4, voru það 5, ég veit ekki hvað voru með. Eldri systurum voru 3 þess að. Því ég maður bara orðið, ég hrættu við það. En allavega, það var yndislegt að vera það. Og eitt af því sem við gerðum, munið eftir útvarpsleikir, framhaldsleikir. Munið eftir ráðgátan Van Dijk. Þá var ég nýbúinn að eignast Tesla, svona sögumastæki, það var 5 kíló. Og ég tók upp alla þætti í ráðgátan Van Dijk og þá var bara mikrofón, þannig að þetta allir heimilin að þegja með þetta ég ráðgátan Van Dijk í útvarpinu. Svo byrjuðum við þáttinn aftur og aftur, því að við vorum að reyna að ráði hver væri morðinginn. Og svo bjöggum við til skemmtiþátt inn á sögubandið og þá var Gylfi Þór Gíslason búinn að halda, af því þú sem ára ráðherra, nýbúinn að halda ræðu þar sem hann var að benda á allt sem Alþýðuflokkurinn hafði gert fyrir þjóðina. Og eftir hvert almannatryggingar, spor eftir Alþýðuflokkinn. Svo þetta leyti þá var Sherlock Holmes í svona framhaldsþætti, munið þeim? Það sem við veinum það ekki það vel. En þá var aha, Dr. Watson. Og við blöndum þessu tvennu saman og út kom, aha, Dr. Watson, spor eftir Alþýðuflokkinn. Og við sögðum við vorum í leiklistatíma hjá Unni Guðjóns á Breiðabliki og við sögðum Unni Guðjóns eða kratanum í bænum frá þessu. Hún
hlæja og allt yfir fættum, já, vilju bara finna. Vilju Guðjóns að hlæja. Við gerðum ljóðabók saman við Helgi og ég átti fyrri hlutan og hann seinni hlutan. Hún týnd, hún var bara gefin út í einu eintaki og við tókum okkur skátanöfn. Ég hét Hannes Mar og svolítið flott mynda mér, límt svona. Og eitt af ljóðunum mínu lifir áfram, ég held ekkert af ljóðum Helga hafi lifað. En ég hef kannski farið með á við þessar pontu. Eitt að fara að gera það aftur, aldrei í góðvís og kveðinu. Blákaldur veruleikinn birtist mér í líki grænnar heilbaunar sem skotið var í hnakka minn og þar til gerður röri. Já, takk ég bara þið þurfa að melda. Og ég vil líka segja það, ég setja ekki lofa, þetta síðan sem ég segi, eða, þetta er ekki annar. Helgi var að safna eiginhandar áritum frægra Íslendinga og hann gerði það þannig að hann skrifaði æviágrip þeirra, sendi þeim síðan í pósti og baði að skrifa undir. Hann var að fara út á pósthús með bréf til allra alþingismanna og ráðherra og helstu svona listamanna og hann voru nú veltað þessi fyrir okkur dæmi Helgi hvað það hafi haldið á pósthúsinu. Helgi Borgarhólm kom með umslag og flesti svöruðu og svo einn ég man á þetta, ég menn ekki hver það og Helgi ekki heldur, sem að var að leiðrétta ævisöguna sína á 13 ára piltinum. En ég bara segi þá að mér þegar Edda var að segja frá þegar við fórum við byrjað til bílana, það voru nú ýmsu vanar á pósthúsinu eftir Helga. Sanda þannig frægu fólki. Heyrðu, ég ætla að láta þetta dög á, ég þakka ykkur kærlega fyrir, þú er yndislegt eins og venjulega. Ég segi ekki hana, allir þessi staður í jarðríki, það eru Vestmannaeyjar í sól. Í sól. Og það held ég að sé bara að rætast þetta fyrir augunum og getið hugsað hvað það er. Takk fyrir það.